Fundur settur í bæjarstjórn Vestmannaeyja miðvikudaginn 14. maí 2025 hér í Ráðhúsinu og hefst hann núna klukkan 14. Fundurinn númer 1616 í röðinni. Forföll á fundinum boðuðu Margrét Rós Ingólfsdóttir og Gísli Stefánsson af D-lista og í þeirra stað taka sæti varamennirnir Óskar Jósúason og Sæunn Magnúsdóttir af sama lista. Ég býð þau og aðra bæjarfulltrúa velkomna til fundar. Á dagskrá fundarins eru 9 mál og þau eru þessi: 1. Listaverk Ólafs Elíassonar. 2. Aðgerðir gegn ofbeldi í Vestmannaeyjum, samstarfssamningur. 3. Bæjarráð Vestmannaeyja, fundur númer 3235. 4. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 418. Framkvæmda og 5. dagskrárliður er framkvæmda og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 319. 7. dagskrárliðurinn er fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur 315. 7. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 419. 8. Framkvæmda og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 320 og 9. Fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur 395. Þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir fyrsta dagskrármálið, listaverk Ólafs Elíassonar, og með leyfi varaforseta tekur forseti sjálfur til máls. Það er við hæfi að fara hér yfir stöðumála varðandi listaverkið margumtalaða. Skipulagshlutin af því kemur til endanlegrar afgreiðslu hér í bæjarstjórn síðar á þessum fundi og ýmislegt hefur gerst í málunni síðustu vikurnar. Það er fyrst til að taka að 28. mars var haldinn fjölsóttur og afar vel heppnaður íbúafundur í Eldheimum. Ólafur Elíasson kynnti þar listaverkið, útlit þess og innihald, hugsunina sem að baki liggur og áhrifunum og hughriffunum sem hann sækist eftir að ná fram. Þráinn Hauksson, landslagsarkitekt hjá Landslægi, gerði grein fyrir göngustígnum, útliti hans, legu og efnisvali. Fundagestir báru fram fjölmargar fyrirspurnir sem listamaðurinn og landslagsarkitektinn svöruðu greiðlega, þar með taldar spurningar sem vörðuðu ásýnd eldfells og hvort framkvæmdirnar myndu með einhverjum hætti fela í sér varanlegar og óafturkræfar breytingar á þeirri ásýnd. Og svarið var skýrt og vel rökstutt: nei, allar framkvæmdir í tengslum við listaverkið og tilheyrandi göngustíg verða að fullu afturkræfar og munu ekki fela í sér neinar varanlega breytingar á ásýnd eldfjallsins. Þar með ætti að vera búið að koma til móts við þær eðlilegu áhyggjur sem ýmsir hafa haft af þessum þætti málsins og meðal annars birtust í tengslum við þá undirskriftasöfnun varðandi þetta mál sem efnt var til í vetur. Þá gerðust þau gleðitíðindi núna í byrjun maí varðandi fjármögnun þess hluta verkefnisins sem snýr að göngustígnum sérstaklega, að atvinnuvegaráðherra ákvað að styrkja það 60 milljónir króna og hefur bæjarstjóri þegar undirritað samning við ráðuneytið þar að lútandi. Eins og ég nefndi áðan munum við síðar á þessum fundi afgreiða endanlega skipulagsþátt verkefnisins og á þeim grundvelli meðal annars verður unnt að ljúka hönnunarvinnu og gera nákvæmari kostnaðaráætlun göngustígshlutann en legið hefur fyrir til þessa. Og með leyfi, nei, það er nú ekki sérstaklega leyfi varaforseta tilreyndar, því áður en ég gef orði laust þetta mál þá les ég þessa innbókun með, þó skríti sér með sjálfan í 3. persón. Páll Magnússon gerði grein fyrir stöðumála varðandi listaverk Ólafs Elíassonar, fór hann yfir íbúafundinn sem haldinn var í Eldheimum 28. mars þar sem listamaðurinn kynnti útlit listaverksins og inntak, og Þráinn Hauksson, landslagsarkitekt, fór yfir það sem snýr að göngustígnum, legu hans og efnisvali. Skýrt hafi komið fram að allar framkvæmdir í tengslum við verkefnið verði afturkræfar og skilji ekki eftir nein varanleg ummerki á ásýnd eldfells. Þá gerði Páll grein fyrir ákvörðun atvinnuvegaráðherra að styrkja gerð göngustígsins 60 milljónir króna og samningi sem bæjarstjóri hefur undirritað þar að lútandi. Þar með er orðið laust þetta mál. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Við stöndum frammi fyrir spennandi verkefni
listaverki sem ætlað að minnast loka eldgossins 1973 og minnast þeirra sögu sem mótaði yfir samfélagið eftir það. Ég fagna þessari hugmynd, það kraftur í því að setja menningu og minningu í forgrunn og ég trúi því að list geti dýpkað tengsl okkar bæði við söguna og landslagið sem umlykur okkur. En að því sögðu vil ég koma því á framfæri þeim áhyggjum sem ég veit að fleiri deila. Það varða ekki listaverki sjálft frá listamanninum, heldur þann kostnað sem fylgja framkvæmdum tengdum því. Sérstaklega við gerð göngustíga í Eldfelli og hlíðum þess. Við verðum að spyrja, þetta fjárfesting sem þjónar samfélaginu í heild eða erum við að teygja okkur lengra en skynsamlega þykir í ljósi annarra verkefna sem krefjast fjármagns? Ég legg áherslu á að við höldum áfram með metnað en að við séum líka skýr, gagnsæ og jarðbundin í ákvarðanatöku. Það þarf að greina hvað sé nauðsynlegt og hvað hægt að einfalda án þess að skerða listræna upplifun. Við eigum tækifæri til að gera þetta vel og gera það þannig að listin fá að njóta sín án þess að reikningurinn bíti okkur síðar. Ágætri tillögu var stungið að mér í gær. Að þar sem minnisvarðinn sjálfur eftir listamannin verður væntanlega settur upp í sumar, þá gætum við kannski stemt að því að vígja göngustíginn á 100 ára Gosloka-afmælinu. Ég sel þetta ekki dýrar en ég keypti það. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Vilja fleiri taka til máls? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Já, góðan daginn, forseti, bæjarfulltrúar, starfsmenn og áheyrendur. Ég vil koma hérna upp og ræða aðeins minnisvarðan, aðdragandann, umræðuna og kostnaðinn. Og ég satt á síðasta kjörtímabili í bæjarráði þegar þessi hugmynd var fyrst kynnt inn á borðið á allra fyrstu stigum og þótti þetta mjög spennandi verkefni eðli málsins samkvæmt eins og hefur komið fram að þá þetta gríðarlega öflugur og heimsfrægur listamaður sem ræðir. En þar virtist líka kostnaðurinn á sínum tíma vera nokkuð afmarkaður. Upphaflega uppleggið var talað að ríkið myndi greiða 70 milljónir og 50 milljónir yrði hlutur Vestmannaeyjabæjar, ef til vill nokkuð viðeigandi í ljósi 50 ára afmælisins. En strax í janúar 2023, á bæjarstjórnarfundi þann 19. janúar minni mig, kom ég í pontu hér í þessum sal og viðurkenndi að það væri vissulega aðeins óþægilegt sem kjörinn fulltrúi að vera að samþykkja eitthvað sem maður vissi ekki alveg hvað væri. Og spurði formann umhverfis- og skipulagsráðs hvort kostnaður til dæmis vegna gatnagerðar væri fyrir utan þessar 50 milljónir sem ráðlagðar væru væri búið að eyrnamerkja listaverkinu. Þá fengust á þeim fundi þau svör að það væri nú ekki talið inn í þetta en auðvitað væri alltaf gert ráð fyrir fjármunum í gatnagerð og skipulagsvinnu í bókhaldi bæjarins og þetta geti fallið þar undir og þannig kannski mögulega strax þarna á fyrstu stigum málsins verið að reyna að gera lítið úr þeim kostnaði. Því á svörum formannsins þá væri við hvort eða með peninga áætlað í gatnagerð og því væri þetta ef til vill ekki eiginlegur kostnaður við listaverki sjálf. En við sjáum það auðvitað í eðli málsins samkvæmt að ef að þeir fjármunir sem eru áætlaðir í gatnagerð fara í þetta verkefni þá fara þau ekki í önnur verkefni sveitarfélagsins. En eins spurðist ég fyrir raunhæfni tímalínunar þar sem febrúar væri handað með horni og stutt í goslok en menn heldur þá í þá von að þetta myndi hafast fyrir goslokin sem eflaust enn verið að vona að gangi upp nú 2 árum síðar. Við undirritun vilja yfirlýsingarnar var talað 2 milljónir sem forsætisráðuneytið myndi greiða í hugmyndavinnu og ritað var samning fyrir árið síðar við Lilju Alfreðsdóttur ráðherra og kemur þar fram að þar sé verið samningur göngustígagerð sem er 50 milljónir og skuli greiðast með eingreiðslu við undirritun og með skilsta hafi sé búið að greiða samkvæmt svörum frá bæjarstjóra sem ég þakka fyrir. Því spyr ég, ég spurði bæjarstjóra og fékk skýr og skilmerkileg svör að það heildar fjármagn sem að ríkið búið að eyrnamerkja til þessa verkefnis eru 110 milljónir. Ég get ekki séð betur en svo að á þeim samningum sem að þá búið að undirrita sem eru þá annars vegar 50 milljónir og 60 milljónir, allavega í samningsgerðinni talað að báðar þessar
úthlutanir eru gagnvart göngustígagerð. Og það eðlilega kannski að maður verði aðeins svona ringlaður af því það búið að þvæla mikið þessum tölum fram og tilbaka og ákveðin upplýsingaóreiða sem að mér hefur þótt svona aðeins loða við þetta verkefni. Og þá ef við sjáum það er búið að setja 110 milljónir í göngustígagerð að samningurinn eins og var birtur í heild sinni eftir að var búið að fá það skorið frá úrskurðarnefnd að bærinn ætti að í rauninni kynna allan samninginn, að þá kom í ljós þessar 600.000 krónur opinberlega sem að bærinn sem auðvitað verkkaupi skuldbundin til að greiða og eru tæpa 90 milljónir. Og það segir sig sjálft að ef að þessar 110 milljónir sem að ríkið búið að skuldbunda sig í göngustígagerð, að þá hljótum við sem verkkaupi ef við ætlum að uppfylla skyldur okkar í þessum samningi að greiða 90 milljónir en ekki þær 50 milljónir sem að ítrekað búið að vera að segja við okkur að sé einungis sá kostnaður sem að Vestmannaeyjabær muni greiða í þessu verki. En auðvitað eru náttúrulega líka annar kostnaður. Það eins og bara kemur fram í þessum samningi og orðin opinbera að það eru náttúrulega ýmsar kvaðir til dæmis gagnvart myndatöku, gagnvart viðhaldi verksins. Af því auðvitað, og ég ætla ekkert að koma hérna fram og halda þetta listaverk verði eitthvað slæmt. Ég held að þetta listaverk verði glæsilegt. Og ég þakka líka eins fyrir þennan fund sem var haldinn upp í Eldheimum sem var mjög góður. Og þar fannst mér listamaðurinn koma fram af auðmýkt og svara góðum spurningum frá leikmönnum verkið. Ég hefði vísu kosið hann hefði verið fyrr, en allavega þakklátt fyrir að hann sé kominn nú. En já, eins og forseti bæjarstjórnar Páll Magnússon sagði sjálfur maður frumsýnir auðvitað ekki listaverk tvisvar, en það mjög gott að það var komið til móts við þær áhyggjur sem að bæði bæjarbúar og bæjarfulltrúar hafa haft þetta mál. En já, það auðvitað, eins og ég er búin að taka fram, það ákveðin upplýsingaóreiða í þessu. Ég algjörlega handviss það að hlutur Vestmannaeyjabæjar í þessu verki verður meira en 50 milljónir, alveg sama hvaða nöfnum meirihlutin vill ætla að kalla þær krónur sem til þessa listaverks fellur. Og ég hefði nú bara haldið að það væri nú bara eðlilegt að þegar væri verið að fara í svona verk að menn myndu vilja hafa það bara hreint upp á borðum. Hver svo krónutala sem líklega fallið til þess og hver að fara að greiða það? Því að eins og komið fram núna í svörum frá bæjarstjóra 110 milljónir komna frá ríkinu. Vestmannaeyjabær ætlar að greiða 50 milljónir en þá standa eftir þær 200 þær milljónir sem upp á vantar til að þessa 200 til 220 milljónir sem að forseti bæjarstjórnar hefur komið opinberlega fram og talið þetta muni kosta sem ég held reyndar að sé vanáætlað að hver ætlar að brúa það bil? Ég hef persónulega sem bæjarfulltrúi áhyggjur því. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Íris Rómarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti. Ég held að gæti einhver misskilnings hjá bæjarfulltrúanum Hildur Sólveig Sigurðardóttur. Það ekki samningurinn sem gerður var við sem Lilja í rauninni sem ráðherra menningarmála tekur yfir frá forsætisráðuneytinu inn í listaverki sjálft. Það viljayfirlýsing sem til hliðar þar sem talað um göngustíginn. Þetta til þess að, og samningurinn var gerður í maí í fyrra og þetta sneri að því að það væri full fjármagnað þannig að listamaðurinn geti haldið áfram með verkið. Ríkið mjög meðvitað það. Ríkið hefur greitt sig og það þessar 100 milljónir sem voru settar til hliðar til þess að full fjármagna hönnunina, listaverkið, kúlan, hingan komin og undirstöðurnar undir hana. Það getur vel verið að það finnist í þessu að þau séu að fjármagna göngustíg. Það getur vel verið að standi, en það snýst ekki það að þau séu alltaf að borga göngustígin. Það þannig að fyrstu skrefin voru sett til að fjármagna vinnuna, hönnunina og verkið sjálft hjá listamanninum. Og það alveg ljóst og í það erum við með gögn hjá ríkinu og ríkið ekki að fara að tala um það að þeir séu ennþá að borga göngustíg.
Væntanlega hefðu þeir nú ekki verið að borga 60 milljónir í viðbót ef þeir teldu sig ekki verið búin að fá neitt fyrir 50 milljónir. En staðan samt þannig að ég bara mjög ánægð með að þau skuli stíga þarna inn og í svörunum sem ég sendi nú bæjarfulltrúa í dag að þá stóð líka hvernig framhaldi væri hugsað, þess vegna hefur þetta verið þrepaskipt. Það var staldra við þangað til þessar 60 milljónir komu vegna þess að þessar 100 sem eru duga bara fyrir því sem ég taldi upp hér áðan. Þessar 60 fara þá í næsta fasa. Það verður ekkert farið í 3. fasan fyrir búið fjármagna. Það alveg ljóst. Það margbúið að segja það og ég setti það fram í svörun til bæjarfulltrúa í dag. Hún hefur bara minntist ekki á það hér, þess vegna vill ég draga það fram. Svo langar mig líka svolítið og það getur vel verið að það standi í samningnum hjá Lilju göngustígur. En það bara ekki þannig. Þetta sem að koma núna í göngustígur, hitt var fyrir fjármögnun fyrir listamannin og það var algjörlega ljóst. En það eins og ritstjóri Eyjafrétta setti fréttina fram að bærinn hefði neitað að afhenda gögnin. Ef fólk hefði lesið fréttina eða úrskurðin frá nefndinni þá sér það við neituðum ekki að afhenda neitt. Og við vorum ekki bær að afhenda samningin án þess að eiga samtal við stúdíóið. Stúdíóið strikaði yfir hluti í samningnum. Við vildum afhenda hann eins og hann lá fyrir. Stúdíóið vildi það ekki. Úrskurðarnefndin taldi að stúdíóið yrði að gera það. Við létum þá vita og gátum þá skila samningnum á okkur. Þannig það ekki rétt að Vestmannaeyjabær hafi neitað að afhenda samningin. Við gerðum það ekki. Við létum hann ekki frá okkur fyrir en við fengum úrskurð vegna þess að aðili samningsins vildi ekki af afhendum hann. Og bara til þess að tryggja það að við myndum ekki lenda í neinu vandræðum þá urðum við að fara þessa leið. En það bara mjög gott að hann komið fram. Og það að tala það að það þurfi að það sé verið að nota fjármagn Vestmannaeyjabæjar sem við myndum örugglega geta notað í annað, það bara í rosalega mörgum verkefnum. En það að við höldum það, að við komumst upp með það að setja aldrei göngustíg og eldfell eða komumst upp með það að steypa ekki bílastæði og laga aðkomuna að þessum stóra ferðamannastað, það bara algjör brandari ef við höldum það. Og það algjörlega ljóst að það löngu komið krafa á það að við göngum almennilega frá aðgengi í kringum eldfell. Fyrir löngu. Við þurfum hvað sem að gera það. En það gert með þessum hætti og í tengslum við þetta. Og ég ætla bara að segja það að ég alveg ótrúlega stolt af því að þetta skulle vera komið á þennan stað og ég held að ef við hugsum aðeins tilbaka í fullt af umræðu sem við erum í og tökum þátt í, hver man ekki eftir látunum með Ráðhúsið við Tjörnina? Hver man ekki eftir látunum út af Perlunni? Hver man ekki eftir látunum út af Hörpunni? Erum við öll að fara að segja það að þetta ömurlegt? Ég skrifa undir lista að Harpan myndi ekki vera haldið áfram með hana í hruninu Ég ætlaði aldrei inn í þessa byggingu og ég var nú varaþingmaður á þessum tíma og var allt vitlaust í þinginu. Ég bara guðslegandi fein að ég réð ekki. Þannig það algjörlega þannig þegar við erum að stíga einhver skref og sérstaklega varðar það menningu og ég ætla bara að taka enn nærtækara dæmi sem eru eldheimar. 2014 þegar eldheimar rísa og ég satt nú í menninga- og tómstundaráði Vestmannaeyjabæjar á þeim tíma sem var verið að ræða þessa framkvæmd. Það var allt vitlaust hérna og þetta var kallað, ég ætla ekki að nefna nafnið, á milli fjalla. Og þú veist, það var bara þannig að það voru ótrúlega margir óánægðir með að sveitarfélagið væri að setja mörg 100 milljónir. Það var náttúrulega gríðarlega vanáætluð framkvæmd. Þess vegna finnst mér gott að Hildur Sólveig Sigurðardóttir að leggja mikla áherslu á það að við séum með hlutin í lagi. Það vantaði mörg 100 milljónir inn í upphaflega kostnaðaráætlun við endanlega kostnaðaráætlun við eldheima. En ekkert okkar myndi vilja að eldheimar væri ekki þarna í dag. Þetta gríðarlega vel heppnað safn og var frábær ákvörðun að taka á sínum tíma, að fara í þetta framkvæmd. En ég ætla bara að segja það enn og aftur, ef að það eru einhverja áhyggjur af því að það standi göngustígur í samningunum, þá erum við búin að uppfylla fyrir samningin, við erum búin að uppfylla það sem við að gera, fjárhæðin greidd, það þarf ekki að skila neittri skýrslu. Við erum að taka núna þessar 60 milljónir inn í þennan samning sem snýrs klárlega göngustígnum og ég get sagt ykkur það var að byrja að taka GPS-punktana í gær út af stígnum til að skoða og bara leið og við erum búin með þennan samning undir í dag þá getum við farið í það skref en það alveg ljóst að það enga kvaðir frá ríkinu gagnvart þessum skuldbindingu og þessum samningi vegna þess að við erum komið með allt fjármagnið og við getum greittan 50 milljónir frá bænum og 50 milljónir frá ríkinu.
Takk fyrir þetta. Íris Róbertsdóttir. Vilja fleiri kveða sér hljóðs? Njáll Rakansson, gjörðu svo. Forseti, ég ætla nú kannski upphafi að segja að það var maður í Vestmannaeyjum sem sagðist aldrei ætla inn í Hörpu og hann var sennilega fyrsti Vestmannaeyingurinn sem stauk þar inn fæti. Ég ætla ekki að segja hver þetta var, en hann sennilega ekki að horfa á fundin, þannig að ég ekkert að gera með hann innum Jóna hérna. Til að byrja með þá ætla ég að segja að ég ætla að þakka fyrir þeim sem skipulögðu og mættu til fundarins það sem Ólafur Elíasson og landslagshönnuðurinn héldu í Eldheimum á dögunum. Sá fundur var algjörlega frábær og auðvitað má segja að hann hefði mátt koma fyrir. En listin nú þannig að það er erfitt að reka á eftir henni og hún hérna tekur tíma að skapa og allt þetta hérna, en fundurinn var góður og það var svo gott að sjá sýn listamannsins á það og hans upplifun af þessu gosi og hvernig hann tengir sína upplifun af gosinu inn í þetta verk og hans svona hugarheimur sem að kristallast í þessu verki sem að hann að skapa núna og það var virkilega gaman að hlusta á umræðurnar og mér finnst þessi fundur vera algjörlega frábær. Ég minnist þess þegar þetta var að byrja þá fékk ég að sjá ykkur svona skissu og þá leist mér nú ekkert á málið en ég alveg sannfærður það að þetta verkefni að það verður okkur til mikil sóma. Það verður aðdráttarafl fyrir Vestmannaeyjar og ég allavega get sagt það að ég bara nokkuð stoltur af því að hafa fengið að taka þátt í því að láta þetta verða veruleika. Þetta hefur mikil vinna verið unnin í kringum þetta og þar hafa farið kannski í stafni þeirra vinnu fyrir hönd bæjarins, bæði forseti bæjarstjórnar og svo bæjarstjóri. En það mjög ánægjulegt að þetta að komast á þennan stall að við förum að sjá afrakstur listamannsins. Það mjög gott. Það náttúrulega skipta skoðanir þetta verk og maður heyrir það alveg á samtölinn sem maður á við fólk út í bæ og mér finnst skoðanir fólks, eða þeir sem eru andvígir verkinu, þeir skiptast í tvennt. Annars vegar þeir sem að bara sjá ekki þörfina fyrir listaverkið, líta hérna í austur og hvar sem maður í bænum og horfir í austur og þá horfir maður á minnisvarða eldgosið, bæði í Eldfellinu og svo í hrauninu sem að rann hér yfir hluta bæjarins. Það fer ekki neitt og hefur ekkert farið og það ævarandi minning þessa atburðin fyrir 50 og eitthvað árum síðan. Síðan það hinn hlutinn og það kannski það sem að bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir kom inn á hérna áðan og það peningarnir og í fyrsta lagi bara þeir sem að finnst að Vestmannaeyjabær og íbúar í Vestmannaeyjum, útsvarsgreiðendur í Vestmannaeyjum, eigi ekki að ráðstafa sameiginlegum sjóðum í þetta listaverk. Og það bara gott og vel og ég ber bara virðingu fyrir því að sjálfsögðu, alveg eins og þeim sem bara vilja ekkert sjá listaverkið, hvað sem það kostar. Þetta bara skoðanir sem við þurfum bara að bera virðingu fyrir. Ég á annarri skoðun og bæjarstjórn en þetta eitthvað sem maður virðir. Síðan það hitt og það það sem eins og ég nefndi sem að bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir kom inn á og það það sem að hún kallaði upplýsingaóreiðu kannski sérstaklega fjármögnunarhliðina á málinu og sá sem að hefur fylgst með umfjöllun málið í fjölmiðlum, hann hugsar bæjarstjórn bara ekki með öllum mjalla hvað að gerast en ég held að þetta sé bara og eins og bæjarstjórn hefur margítrekað rætt og bæjarstjóri fór meðal hans hérna yfir áðan að verkefnið fjármagnað með þessum hætti 50 milljónir og 50 milljónir frá ríkinu, frá bænum og svo ríkinu og svo náttúrulega eins og tilkynnt var núna í vikunni að það væri að koma að auka 60 milljónir þá til áframhaldandi framgangsverkefnisins. Göngustígurinn, út af því að hann nefndur, að þá það skýrt í mínum huga að það ekki skuldbinding eitt eða neitt og bærinn mun fara í það að afla fjármagns til þess að klára þann hluta þannig að það ekki búið að skuldbinda okkur til þess eins og ég skil það að eyða einhverjum tugum milljóna eða hvað það til þess hluta þannig að ég held að
og eins og var talað upplýsingaóreiðuna, þá sakna ég þess að þeir sem að fjalla þetta mál opinberlega, hvort sem það eru fjölmiðlar eða þeir sem eru einhvern veginn með horn í síðu þessa verkefnis, ég sakna þess að það sé ekki fjallað verkið sjálft, sköpun Ólafs Elíasson, hans upplifun á gosinu, að maður geti ekki skoðað betur og það sé ekki meira í umræðinni hvernig þetta kemur til með að verða, hvað listamaðurinn að búa til. Mér finnst það svolítið vanta og ég sakna þess svolítið. En það alveg nóg skrifað einhverja fjármögnun og alls konar misvísandi upplýsingar sem kom það og einhver átök samning og yfirstrikaðan samning og ekki yfirstrikaðan samning, undirskriftalista og allt, það alltaf verið að tala einhver erfiðleika sem þetta verkefni í eða einhver átök verkefni. Ég sakna þess bara að bæjarbúar geti ekki farið bara og skoða bara virkilega umfjöllun og viðtal við listamannin, hvað stendur til að gera, hver hugmyndin, hver pælingin. Vegna þess að ég, eins og ég sagði hérna í upphafi, ég algjörlega sannfærður það að þetta verður okkur til mikil sóma og að þetta listaverk muni standa þarna ókomna tíð og við getum farið þarna upp yfir og virt fyrir okkur ekki bara þetta paviljón eða hvað hann kallar það, heldur hans hugmyndir það, hvernig hann getur gert þessum atburði, stærsta atburði í okkar sögu, almennileg skil á 50 ára afmæli þess eða ef að segja 53 ára afmæli þess. Þannig að þetta svona kannski mitt innlegg í þessu umræðu, en annars held ég að við séum náttúrulega búin að ræða þetta mikið og umræðan náttúrulega alltaf af hinu góða, en ég vil bara kalla eftir því að umræðan hún fari kannski meira að snúast hvað erum við að fara að fá, frekar heldur en átökin verkefnið og allt sem því snýr að því. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Vilja fleiri taka til máls þetta mál? Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, góð bæjarfulltrúar. Já, þetta svo sem til þess erum við hér, kannski til þess að skýra málið. Þetta við höfum svo sem ekkert verið að deila mikið listaverkið sjálft, en það listaverkið eitthvað sem við búum ekki til. En það hefur verið talað að göngustígurinn sé hluti listaverksins og þar hefur kannski, í mínum huga, í þeim viðtölum sem ég hef heyrt af bæjarbúum, áhyggjurnar eru af þessu inngripi í eldfellið. Það ekki verið að deila listaverkið sem slíkt, þetta paviljón sem að fólki sem á að upplifa listaverkið sem að fer í, eða þessi kúla sem var kynnt á síðasta fundi. Það ekki verið að setja mikið út á það. Það mikið af svona, hvað maður segja, ranghugmyndum og ósvöruðum spurningum í þessu með göngustígagerðina, enda hann ekki hannaður og enginn hefur séð annað en strikið í rauninni þennan boga eða strikið í eldfellið þar sem þessi göngustígur að fara, og það leiðin í fjallinu sem að menn bara stórefast að verði hægt að byggja göngustíg sem uppfyllir allar þær kröfur sem að þarf að uppfylla fyrir þann pening sem að eða við getum orðað þannig að fólki blöskrar þær tölur sem hefur verið talað í kostnaði. Þegar að verki fer af stað, þá erum við að tala listaverk eða minnisvarða vegna Heimaeyjar eldgoss, og það átti að vera þannig að Vestmannaeyjabær borgaði 50 milljónir og ríkið 70. Síðan hefur liðið ykkur 3 ár frá því að þetta var kynnt fyrst í bæjarstjórn hjá okkur á fyrstu dögum þessara bæjarstjórnar. Síðan þá þetta orðið 50 milljónir bærinn, 50 milljónir ríkið og svo nú nýlega þá 60 milljónir til viðbótar til göngustígagerðar. Á endanum skiptir ekki máli hvað oft búið að fjalla 50 eða 60 milljónir. Þetta allavega bara 110 milljónir sem þá komið til verksins frá ríkinu, ef ég skil rétt. Annað ófjármagnað.
og það ekkert í hendi að ríkið borgi það. Eða ef svo þá upplýsið okkur það, því að við höfum verið að hafa áhyggjur af því að ríkið kom ekkert og klári þetta verk í fjallinu, í eldfellinu. Við þurfum að bera þann kostnað. Og ég heyrði að bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir talaði um það, auðvitað þurftum við hvort að gera göngustíg í eldfellið. Ég held að göngustígagerð í eldfelli hefði aldrei farið þessa leið sem verið að huga til þess að verða hluti af þessu listaverki. Það bara ekki leið sem skynsamleg að mínu mati og allt og erfið leið og allt og brött og í rauninni ekki bara leiðin sem að túristar að labba upp fjallið. Þannig að, og ég vil bara hafa það skýrt að við hérna í minnihlutanum við höfum ekki verið að tala niður sjálft listaverkið. Það algjörlega á hreinu. Við höfum verið að velta upp spurningunum varðandi kostnaðinn og heildarkostnaðinn sem að þá skattborgarar í Vestmannaeyjum þurfa að bera þegar að verkefninu lokið. Takk. Takk fyrir þetta. Eyþór Harðarson, vilja fleiri kveða sér hljóðs málið? Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, já, ég ætla að fá kannski aðeins bara í kjölfarið á ræðu bæjarfulltrúa Eyþórs Harðarsonar bara að fá að tala aðeins þetta en að mínum persónlega áhyggjum fyrir utan einmitt þær áhyggjur sem lúta að fjármálu sveitarfélagsins og þeim 50 milljónum sem Vestmannaeyjabær munu öllum leikjendum þurfa að greiða allavega 2 eða 3 sinnum í viðbót vegna verksins ef áfram heldur sem horfir, að þá hef ég líka miklar áhyggjur af ásýnd eldfellsins. Þrátt fyrir að sérfræðingur hafi verið fenginn sem segir að framkvæmdirnar séu aftur kræfar, þá segir það sig auðvitað sjálft að það verður alltaf breyting á ásýnd fjallsins og fjallið auðvitað eitt stærsta og tilfinningalegasta kennileiti okkar sveitafélags. Og hvort það verður svo vel heppnuð breyting verður svo bara tíminn að fá að leiða í ljós. En ef ég fæ að lesa með leyfi forseta úr umsögn Umhverfisstofnunar vinnslutillöguna sem var birt árið 2023 með leyfi forseta, að þá kemur þar fram að Umhverfisstofnun vill leggja áherslu á að lögð sé áhersla á að leggja göngustíga og tröppur þar sem göngustígar eru nú þegar á svæðum sem hafa minnst áhrif á landslag og ásýnd svæðis og halda nýjum stígum eða tröppum á óröskuðu svæðum í algjöru lágmarki. Umhverfisstofnun vill einnig vekja athygli á að í 3. grein laga um náttúruvernd segir að til að stuðla vernd jarðfræðilegrar fjölbreytni lands og fjölbreytni landslags skal stefnt að því að varðveita landslag sem sérstætt eða fágætt eða sérlega verðmætt vegna fagurfræðilegs eða menningarlegs gildis. En svo voru líka áhugaverð orð formanns bæjarráðs hér áður þar sem hann fjallar þá sem hafa horn í síðu verksins. En ég held að það sé alveg augljóst að það enginn að minnstu kosti bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins eða sveitafélagsins yfir höfuð með horn í síðu verksins og hvað þá í síðu listamannsins. Heldur fjármögnun þess sem auðvitað aðal hlutverk okkar bæjarfulltrúa að fara með sameiginlega sjóði íbúa. Til þess eru við kjörin, ekki fyrir listfræðilegan skilning okkar einstaklingana hér inni. Kannski Guði sé lof fyrir það. Svo margur þau orð. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Íris Róbertsdóttir. Forseti, ég sé mig eiginlega knúna til að koma hérna upp þegar það í að því að það væri jafnvel 50 og aðrar 50 að það séu 100 milljónir sem munu lenda á borði sveitafélagsins. Ég hef þá greinilega ekki verið nógu skýr á þann því ég sagði að þetta væri tekið í skrefum. Við erum með hérna glæsilegt fyrirtæki sem verið að fjármagna sem heitir Laxey. Hver hlutur fjármagnar í einu og það framkvæmt eftir því. Þetta tekið eftir fjármögnun. Við höfum unnið þetta verk eins. Það var ekkit farin eitt lengra eftir að það var þessar 100 milljónir sem voru komnar og það var búið að eyrnamerkja því það sem átti eftir að gera undir paviljónu og þetta stopp þar. Núna koma þessar 60 milljónir, þá þetta halda áfram að því hluti af þessum 100 þetta hluti af hugmyndavinnunni kringum göngustíginn inn í 100 milljónum, svo landslag og ég ætla nú bara ekkert að gera sérfræðingur í því að það sé ekki hægt að gera þennan göngustíg. Það heldur bara ekki okkar ábyrgð frekar en þetta listfræðilega. Ef það ekki hægt að gera göngustíginn eins og listamaðurinn vill hann, þá erum við ekki að fara að breyta því. Það hlýtur bara að koma í ljós.
En það eru verkfræðingar sem að vinna í því núna og mér finnst náttúrulega algjörlega óbáðlegt að sé vera í að því að meiri hlutin geti ákveðið að henda kannski 50 eða 50 milljónum í viðbót. Við vitum alveg hvernig fjármögnun og fjármál sveitarfélaga virka. Það enginn að fara að lauma einhverjum 100 milljónum í gegnum hluti og halda því hér fram að þetta geti komið í hausin. Mér finnst þetta dylgjur og mér finnst óþægilegt að þurfa að sitja undir þessu að því ég fór yfir þetta áðan. Það í rauninni búið að þrískipta verkinu. Fyrstu 100 eru fjármagnar, 50 sveitarfélagið, 50 ríkið. Nú erum við með 60 milljónir, það sem verður að stika hringinn, klára hönnun, efnisval og tölvert mikinn undirbúning sem hægt að gera og eitthvað meira sem ég kann ekki að telja upp sem tæknilegt, sem áætlað í ákveðin kostnað. Svo munum við bara stoppa. Við munum ekki fara í 3. fasa verkefnisins fyrir hann fjármagnaður. Það getur vel verið að þeir sem taka hér við á næsta ári ákveða að gera eitthvað annað. Af því það bara ári í kosningar, hann 14. í dag, það 3 ár síðan var kosið hingað. En sko, mér finnst þetta, reynum allavega að vera málefnaleg. Við getum alveg verið ósammála ákveðna þætti, fólk getur haft áhyggjur af því hvernig þetta og ég tek alveg undir það í Þór, við höfum ekkert endilega valið kannski þessa leið í göngustíg. En, fyrirgefðu bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson, en það getur enginn setið hér og sagt að við séum með gott aðgengi af fjallinu, bílastæði og annað, það erum við ekki með og við þurfum að laga það. Og í 3. lagi, það langar mig að spyrja ykkur, veit einhverjum inni hvað kostaði að setja göngustíginn á Saxhól í Snæfellsbæ, í þjóðgarðinu? Nei, ég veit hann ekki heldur, en ég búin að óska eftir þessum gögnum og ég hef ekki fengið þau og það sama efni og áætlað í fjalli hjá okkur, þessi stigi sem að samlega slitnum í fjallinu. En það var alveg gríðarlega vel heppnuð framkvæmd. En ástæðan fyrir því hvað göngustígurinn dýr, það eins og þetta sé eitthvað greiðsla til listamannsins, það vegna þess að efnið sem þarf í göngustíginn 80-90% af verðinu. Það það sem dýrt. Og það auðvitað bara ákvörðun þeirra sem koma að hvort þeir gera þetta. Við byggjum ekki eða gerum eitthvað þegar við erum ekki með fjármagn fyrir því. Og mér finnst eiginlega bara svolítið fúlt að þurfa að sitja undir því að sé vera í að því að ég myndi gera það sem framkvæmdastjóri sveitarfélagsins. Ég fór sérstaklega í gegnum þetta, hvernig þetta væri skipt og nú ætlum ég bara að gera það aftur. Fyrsti parturinn að klárast, hann full fjármagnaður, við erum komin í næsta part núna. 3. parturinn ekki fjármagnaður, þess vegna erum við ekki að halda á staðjan. Listamaðurinn veit það búið að upplýsa hann það að við munum ekki halda áfram fyrir þessi komið fjármagn í það. Þannig að við skulum ekki vera að hvað ég var að segja svona, já ok, ég ætla að vanda mig. Við skulum ekki vera að henda þessu hérna fram. Eins og þetta sé eitthvað sem við liggjum hérna með að við séum tilbúin að henda 50 og öðrum 50, þannig að þetta verður bara 150. Af því það ekkert sem fram hefur komið hér sem að styður það að þetta sé það sem í bígerð. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir, Njáll Ragnarsson. Háværu verður forseti, ég vil rétt aðeins til þess að bregðast við orðum Hildar Sólveigar og taka af allan vafa, mögulega var ég ekki nógu skýr í ræðu minni hérna áðan, en ég var ekki að saka bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að hafa horn í síðu verkefnisins, heldur fólks út í bæ sem hafa komið á máli við mig og svo framvegis. Þannig að ég ekki að ætla að gera Sjálfstæðisflokknum hér í bæjarstjórn einhverja skoðanir, svo það sé á hreinu. Og ég aftur, og þá ætla ég líka bara að segja það að ég geri engan ágreining það að við séum að ræða hérna fjármögnun verksins. Að sjálfsögðu það hlutverk bæjarstjórnar og bæjarráðs og legg bara áherslu á það að svo umræða sé alltaf upplýst og allar forsendur séu þar á hreinu þegar við tökum þá umræðu. Njáll Ragnarsson, takk fyrir þetta. Gjörðu svo vel, Sæunn Magnúsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar. Mig langar að fá að lesa bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins með leyfi forseta. Við styðjum í grunninn hugmyndina minnisvarða vegna heimaeyjar gossins, enda hefur slík menningar uppbygging mikið gildi. Hins vegar það alvarlegt að kostnaður við göngustígagerð í Eldfelli fer langt fram úr því sem eðlilegt má teljast í ljósi fjárhagsstöðu bæjarins.
Meirihluti bæjarstjórnar hefur fullyrst að kostnaður Vestmannaeyjabæjar vegna minnisvarðans verði 50 milljónir. En fram hefur komið að heildarkostnaður vegna minnisvarðans muni kosta vel yfir 200 milljónir króna og þá óátalin önnur vinna líkt á vinnsla skipulags, bílastæðagerðar og fleira sem tilheyrir framkvæmdinni. Það lá ekki fyrir þegar samþykkt var að veita 50 milljónir til minnisvarðans á sínum tíma. Núverandi meirihluti sem fyrir síðustu og þar síðustu sveitarstjórnarkosningar stærði sig af því að ætla að hafa íbúalýðræði í hávegum hefur sannarlega sýnt að það einungis í orði en ekki á borði. En undirskriftalisti gegn listaverkinu sem telur 600 nöfn nákvæmlega í engu hafður. Undir þetta rita Eyþór Harðarson, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Sæunn Magnúsdóttir, Óskar Jósvason. Takk fyrir þetta, Sæunn Magnúsdóttir. Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti. Langaði bara líka að fá að nefna, taka undir orð sem hafa verið komin hér áður fram hjá Njáli Ragnarsyni með íbúafundinn og fleiri bæjarfulltrúum. Með að hann var mjög afar vel heppnaður og ég bara átti spjall við fólk sem mætti á fundinn sem að mætti á fundinn alveg ákveði því að þetta væri algjör hörmung og var bara mjög reitt gagnvart þessu en labbaði út og var virkilega sátt og spennt og fannst þetta bara spennandi og skemmtilegt verkefni og hérna snerist algjörlega hugur. Og ég held að raun og veru fleiri bæjarbúar sem mættu ekki á fundinn sem hafa svona látið í ljós ýmsar skoðanir hefðu haft rosalega gott að því að vera á þessum fundi. Því að það kom bara ótrúlega skýrt og vel fram hver hugsunin á bak við verkið sem að ég alveg algjörlega sammála að mætti fjalla betur og meira Ég held að þetta verði mikið aðdráttarafl. Við tala nú ekki að líka komið baðlón hérna í nágranninu. Að ég held að þetta bara eftir að vera að keppast að koma og skoða þetta. Þannig að ég bara gríðarlega spennt fyrir þessu. Ég ætla að fá að lesa bókun með leyfi forseta sem hljóðar svo. Það fagnaðarefni að nú á síðustu vikum hafa verið stigin 3 mikilvæg skref sem snúaði listaverki Ólafs Elíassonar. Í fyrsta lagi var haldinn afar vel heppnaður íbúafundur þar sem listamaðurinn og Þráinn Hauksson landslagsarkitekt gerðu grein fyrir verkefninu í heild sinni, útliti þess og inntaki. Þar kom meðal annars fram með vel rökstuddum og skýrum hætti að framkvæmdirnar í heild sinni fela ekki í sér neinar varanlegar eða óafturkræfa raskanir á ásýndi eldfells. Í öðru lagi var nú í byrjun maí kynnt sú ákvörðun atvinnuvegaráðherra að styrkja gerð göngustigsins sérstaklega 60 milljónir króna. Í þriðja lagi mun á þessum bæjarstjórnarfundi endanlega verða lokið skipulagsþætti málsins hvað varðar breytingar á aðalskipulagi og deiliskipulagi. Nú því ekkert til fyrirstöðu lengur að halda áfram með verkefnið af fullum krafti og því ber að fagna. Enn einu sinni eru fulltrúar Sjálfstæðisflokksins að reyna að villa umræðuna. Meirihlutinn ætlar ekki að láta toga sig inn í þessu upplýsingaóreiðu sem þau eru að reyna að búa til. Bókun lýkur og undir þetta skrifar meirihluti. Takk fyrir þetta, Helga Jóhanna Harðardóttir. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Mér langar aðeins að bregðast, forseti, við varðandi það sem var talað að undirskriftalistin hafður að engu. Þetta svolítið í þversögn við það sem kom fram í máli, ég er nú ekki alveg viss hvað bæjarfulltrúi var hérna áðan sem talaði það að við varum klárlega búin að skuldbinda okkur samninga upp á 100 milljónir og værum ágjur af því hvað myndi falla á bæinn. Sko ég skil nú bara ekki hvernig við hefum átt að komast út úr því með þennan undirskriftalista sem kemur sko 2 árum eða 2,5 ári eftir að fara stað. En að sjálfsögðu skil ég bara mjög vel þá vestmanninga sem notabónu voru nú gælt vestmanningar sem skrifa þarna undir en fyrirskriftin að það eigi að raska ásýnd eldfells með óafturkræfum hætti. Ég hugsa bara mjög margir hér inni hefðu bara skrifað undir það líka. En ég hitti líka fólk á þessum fundi
sem bæjarfulltrúi Helga Jóhanna Harðardóttir minntist á, sem hefðu skrifað á þennan lista og sögðu ég hefði aldrei skrifað á listan ef ég verið búin að fá þessa kynningu. Þannig ég held að það sé nú svolítið verið að reyna að grípa í hluti. Ég alveg viss það að svona undirskriftalisti fengi ekki við skulum segja það myndi ekki vera jafnmargir á honum og það var. En auðvitað bara algjörlega skiljanlegt að fólk sé viðkvæmt fyrir því hvernig, allt sem gert varðandi eldfell. En mér langar líka að segja það sé svo rosalegt inngrip hérna í náttúrun og kennileiti. Heimaklettur mitt uppáhaldskennileiti í Vestmannaeyjum. Hvað erum við nú búin að gera þar? Göngustíga út allt og alla trissur til þess að passa fjallið. Þannig við erum líka að breyta ásýnd heimakletts með því. Þannig þetta bara jafnvægi milli þess að við getum nýtt náttúruperlurnar okkar og reynt að vernda þær í leiðinni. Og það kom fram á þessum fundi að það væri partur af því sem að listamaðurinn að hugsa, það líka verndun fjallsins. Og ég tek undir með þeim sem á að tala hérna undan. Ég held að væri líka gaman að tala verki sjálft. Og ég hef saknað þess að þeir fjölmiðlar sem við höfum hér í Eyjum hafi ekki fjallað í rauninni fundin með þeim hætti að þið fjölluð sín listamannsins á og til dæmis þetta með flakkarann og af hverju göngustígurinn svona og þetta var alveg rosaleg upplifun að hlusta á þetta. Upptakan fór á netið en þeir hafa ekki fjallað þetta á miðlunum sínum sem eru hérna. Þannig það hlýtur að koma. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Ég heyrði reyndar engar sakir á því borðnar Eyþór Harðarson en gjörðu svo vel. Forseti, takk fyrir það. Mér fannst ég knúinn til aðeins að fá að útskýra mál mitt og það sem kom fram í máli bæjarstjóra Írisar Róbertsdóttur að hún talar að verkið verði unnið eftir því hvernig fjármögnun gengur. Það hefur ekki komið fram áður og það ég ánægður að heyra að já, núna, ég að segja það, við erum að tala fyrir fundin og þetta hefur ekki komið fram og áhyggjur okkar hafa beinst að þessu ef að við þurfum bæjarsjóður að fjármagna stíginn í fjallinu og elta svo ríkið og biðjum styrki í göngustíga eftir því sem að hægt væri því að kemur fram í einum af þessum samningar eða viljayfirlýsing að við þessar 60 milljónir sem komu núna daginn það tekið fram að það sé engin skuldbinding fjármögnun, áframhaldandi fjármögnun á göngustígnum. Þannig að það ekkert í hendi og ég átta mig alveg á því að þið eru með það á hreinu en við erum ekkert að reyna að rugla umræðuna. Við erum að reyna að upplýsa umræðuna og þetta ekki bara við 4 hérna í minnihluta bæjarstjórnar sem erum að reyna að rugla þessa umræðu varðandi þetta listaverk. Þessi 600 manna undirskriftalisti, hann var ekki á vegum minnihlutans í bæjarstjórn. Það bara algjörlega á hreinu. Þannig að þið verðið líka geta að tala til þá bæjarbúa hérna í svona útsendingu en ekki bara til minnihlutans. En ég segi bara, þetta búið upplýsandi umræðu sem fundi og ég bara voni svo aðrir að þetta listaverk verði frábært. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Vilja fleiri kveða sér hljóðs í þessu máli. Með leyfi varaforseta vildi ég rétt ljúka þessari umræðu sem orðin all tíð og all löng á fundum bæjarstjórnar. Ég vildi rétt kannski nefna hérna 2 þætti sem komi hérna til umræðu fyrir á þessum fundi. Í fyrsta lagi, eins og reyndar bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir kom inn á, þá var í tengslum við þennan samning það að hann skyldi ekki vera birtur í heild sinni við fyrstu ósk. Það hafði bæjarstjórn og bæjarstjóri ekkert með að gera. Samningurinn var aldrei neitt leyndarmál af hálfu bæjarins. En að ósk viðsemjenda okkar að þá var þess freistað að láta ekki uppi smáatrið og upphæðir í samningnum. Það var að hans ósk, vitandi þó
að við gátum aldrei sett slíkt trúnaðarákvæði inn í samningin vegna upplýsingalagana á Íslandi. Þannig að hann gerði alveg eins ráð fyrir því að þetta yrði birt. Ég þykist líka vita, þó að það hafi aldrei verið sagt beinum orðum af hverju það var. Af hverju leit listamaðurinn svoleiðis á að það væri þeim í óhag að upphæðir og smáatriðin í samningnum væru birt. Og ég leiði það bara að líkum að það var vegna þess að hann vildi ekki láta aðra viðsemjendur sína út í heimi, öflugri og sterkari, vita á hvaða lágu upphæðum og fyrir hvaða lágu upphæðir hann var að vinna hér í Vestmanni. Enda sögðu listamanninu nákomi fólk að það hefði aldrei séð lágar tölur í neinu samhengi við þennan listamann í áratugi. Það var vegna þess að hann hafði sjálfstæðan og einlægan metnað og vilja til að gera þetta listaverk hér í eigum. Af þessu tilefni og af þeirri sögu sem hann hafði upplifað svo sterkt hér í eigum. Það var nú ekki meiri leyndarhyggja af hálfu bæjarins en þetta. Það var eitthvað grundvallar misskilningur eins og fram kom reyndar og bæjarstjóri Íris Róbsdóttir leiðrétti varðandi kostnaðarskiptinguna og í hvaða upphæðir væru ætlaðar. Auðvitað tók þetta verkefni miklum breytingum frá því sem fyrst var áætlað hér 50 milljónir af hálfu bæjarins og 70 milljónir af hálfu ríkisins, en það var þá ekki komin nein útfærsla á listaverkinu eða göngustígnum eða nokkrum sköpuðum hlut. Síðan tekur þetta verkefni breytingum með vitund og vilja ríkisins, að þá var framlag ríkisins í upphaflega samningnum 50 milljónir sem fóru úr forsætisráðuneytinu til menntamálaráðherra, notað á móti 50 milljónum bæjarins til að greiða allt það sem sneri að listamanninum, pallinum undir listaverkið, gerðin á listaverkinu, listaverki sjálf og því sem að því sneri. 60 milljónirnar sem tilkynnt var í síðustu viku eða þar síðustu eru sérstaklega eyrnarmerkt og heitir það í samningnum og tilkynningu ráðuneytisins í sérstakur verkefnastyrkur til gerðar göngustígs í tengslum við listaverkið við Eldfell, held ég að ég muni þetta orð rétt. Og ef við förum nú enn einu sinni til að reyna að koma í veg fyrir þá upplýsingaóreiðu sem hér hefur verið nefnt á yfir þetta mál, þá stendur þessi kostnaðaráætlun núna í heildina í 220 milljónum, það bil. Við vitum ekki nákvæmlega hvað göngustígurinn mun kosta, við getum ekki vita það, því að það er ekki fyrir en eftir þá ákvörðun sem við tökum væntanlega hér síðar á fundinum, þar sem aðalskipulag og deiliskipulag eða breytingar á því verði samþykktar, sem hægt er að gera raunhæfa kostnaðaráætlun á því hvað göngustígurinn á endanum muni kosta. En ef við notum nú bara þumalputtaregluna miðað við þær tölur sem við höfum verið með fram að þessu, að þá eru 100 milljónirnar sem snúa að listaverkinu sjálfu full fjármagnaðar 50-50. Daginn komu 60 milljónir upp í þær 120 sem voru áætlaðar þessi grófa áætlun frá landslægi varðandi göngustígi. Núna liggur fyrir uppfyllt öll þau skilyrði, ég nefni það sem dæmi inn í þetta samhengi, sem framkvæmdasjóður ferðamannastaða notar sem mælikvarða á það hvenær hlutir verða styrkhæfir úr þeim sjóði. Það er að segja, nú liggur fyrir, eða mun liggja fyrir eftir þennan fund, samþykkt deiliskipulag og aðalskipulag fyrir þetta sem sjóðurinn hefur gert að skilyrði. Nefnandi þennan göngustíg sem hér hefur verið nefndur til sögunar á Saxhóli og mætti reynda nefna 2 í viðbót sem ég man ekki hvað heitir, þá hafa framkvæmdir og verkefni af því tagi alltaf hlotið hæstu styrkina úr framkvæmdasjóði ferðamanna. Þannig að við gerum okkur fullar og raunhæfar vonir að þaðan komi fjármagn í loka fasan á þessu verkefni og hugsanlega annað úr opinberum sjóðum. Skuldbinding bæjarins enn eins og sama hún var, þessar 50 milljónir sem þegar hafi verið samþykktar og greiddar. Auðvitað yrði aldrei samþykkt einhverja viðbótar 50 í viðbót og aðrar 50 í viðbót án þess að það kæmi hér til umræðu og afgreiðslu í bæjarstjórn. Þannig að ég sé eiginlega ekki hvað og varðandi hitt.
af því að þessi undirskriftalisti koma. Þessi undirskriftalisti, það var farið á stað með hann áður en þetta allt saman lá fyrir. Ég get alveg verið sammála því, og við erum öll sammála því í meirihlutanum líka, að auðvitað hefði verið æskilegast að þessi kynningafundur með listamanninum og landslagshönnuðinum hefði farið fram miklu fyrr. Við höfðum bara ekkert það að segja. Fundurinn fór fram þegar listamaðurinn var tilbúin að láta hann fara fram. Og ekki fyrr og ekki seinna. Og ég veit eiginlega ekki af því það enn verið að tala það farið svolítið úr einu víunni í annað, talað óljósa fjármögnun sem alveg kristaltær, hvar hún stendur og hvernig áframhaldi verður. Síðan aftur farið í ásýnd fjallsins, ég veit ekki eiginlega alveg hvað hægt að tala meira ásýnd fjallsins, að minnst okkar ekki við þá sem voru á fundinum með listamanninum og þessum landslagshönnuði sem var þarna með. Það kom fram mjög skýr og rökstudd afstaða þeirra að útgangspunkturinn þeirra beggja að það veri engar þær breytingar eða raskanir gerðar á fjallinu eða aðkominni að því sem ekki séu afturkræfanlegar ef svo ber undir og framtíðar kynslóðir vilja draga þetta allt tilbaka. Þannig að ég verð nú bara að segja það að frá því að Sjálfstæðisflokkurinn eða fulltrúar D-listans hér í bæjarstjórn tóku þennan snar snúning í þessu máli, hafandi samþykkt allt á öllum vettföngum bæjarins að í fullri samstöðu með meirihlutanum varðandi þetta listaverk, þangað til þetta allt í einu snerist í roðinu í málinu, að allar þær áhyggjur sem þá voru reifaðar sem ástæða fyrir því að D-listinn tók þennan snar snúning í málinu, þeim hefur verið svarað. Hvort sem það ásýnd fjallsins, kynninguna á verkinu, fjármögnunina hvar hún stendur og hvernig hún hugsuð til framtíðar, þetta liggur allt ljóst fyrir. Þannig að ég skil ekki alveg að af hverju fulltrúar D-listans í þessu máli halda hér áfram að lemja höfðunum við þennan stein. Fleiri hafa... Ég verð þó bregðast við þessar ræðu. Verður að fá að gera það með hvaða rökum? Með þeim ákúrum sem fólust í henni. Já, það ekki ég skal gera þá undantekningu eins og við Eyþór Harðarson, en ég verð að beðja bæjarfulltrúa, D-listans líka, að halda sig við þær reglur sem hér gilda fundarsköp og koma frá sér sínum skoðunum í þeim 2 ræðum sem hver og einn bæjarfulltrúi hefur hér til umræðu. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, já, ég get þá líka gert athugasemd bara gagnvart fundarstjórn forseta, en í bæjarmálasamþykkt kemur skýrt fram að forseti getur leyft bæjarfulltrúum að veita stutt andsvar við einstökum ræðum strax og þær hafa verið fluttar. Það sem ég að gera. Og hann getur einnig heimilað að bregðast við þegar fólk telur á sér brotið eða eins og líkt og bæjarfulltrúi Eyþór taldi að hann þyrfti að bregðast við þar sem hún væri bornar sakir. Þessi umvöndun sem kom hér fram frá forseta bæjarstjórnar allrar sem að forseti á sannarlega að vera, hann á að vera forseti allrar bæjarstjórnar, gagnvart málflutningi bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem hafa verið að reyna að fá ítrekað upp á borðið þær krónur sem þetta verk kostar. Vissulega vindur verkum fram og þá breytast áætlanir. En við erum sífellt að fá nýjar upplýsingar hér fram. Eins og ítrekað búið að koma fram, 120 milljónum var talað í upphafi og þetta hefur breyst og við höfum kallað eftir frekar upplýsingum að því ítrekað ekki tekin fram sá faldi kostnaður sveitafélagsins sem sannarlega fer fram til dæmis í tengslum við skipulagsvinnu, skipulagslýsingu, tíma starfsmanna sem varið í þetta, tíma bæjarfulltrúa sem varið í þetta. Og það er mikill kostnaður sem óátalinn og væri hægt að taka fram. Þannig að það svo leyndarhyggja sem að við höfum verið að gagnrýna og reynt að fá upp á borð og reyna að fá skilmerkilega og bara til dæmis eins og ég var að taka fram hér í fyrstu ræðu minni að þá kemur það skýrt fram þegar ég óska eftir upplýsingum frá bæjarstjóra að það eru þessir 2 samningar sem eru gerðir og þeir fjármunir sem að þeim fylgja. Það kemur skýrt fram í þeim samningum og það eru samningar sem sveitarfélag að gangast til við ríkið þar sem stendur göngustígagerð og því spurði ég bara einfaldlega og vildi fá skýringar og búin að fá fínar skýringar frá bæjarstjóra gagnvart því.
En það nákvæmlega ekkert í þessu sem búið að vera allan tíman upp á borðum. Og það að fara fram með þeirri ræðu sem að hér var okkur borin á borð, að mér finnst það bara því miður skammalegt. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu þetta mál lokið. Tekið fyrir annað mál á dagskrá, aðgerðir gegn ofbeldi í Vestmannaeyjum, samstarfssamningur, Íris Ógustóttir gjörðu svo vel. Forseti. Nú á mánudaginn var haldin vinnustofa hér í Vestmannaeyjum í AKGS sem aðdragandi að samstarfsyfirlýsingu svæðisbundið samráð gegn ofbeldi og öðrum afbrotum. Var vinnustofan gríðarlega vel sótt, voru 70 manns sem tóku þátt í henni, en það svona svolítið verið að loka hringnum. Verkefnið heitir hér aðgerðir gegn ofbeldi í Vestmannaeyjum, en annars staðar á landinu heitir það til dæmis á Suðurlandi, heitir það Öruggara Suðurland. En það var ákveðið að fara aðeins aðra leið hérna. Verkefnið undir eða stjórn, ef við förum bökkum tilbaka, þá var Vestmannaeyjabær í svona pælótverkefni með sýslumanninum í Vestmannaeyjum og HSU og fleiri aðilum. Félagsþjónustan var hérna í þessu og við fórum í verkefni sem sneri svolítið að ofbeldi gegn börnum. Það fór 2020, því var lokið 21. Og það var svona svolítið sem kveikir á þessari vegferð sem núna komin á stað, og ég var þess heiður aðnjótandi að fá að opna þessa vinnustofu, og ég vitnaði í tölvupóst sem ég fekk frá þáverandi sýslumanni þegar þessu var lokið, og ég má vitna í hann aftur, sem snýr að því þegar hún var að senda mér afurðirnar og við vorum svo ánægðir með að þetta hafi allt gengið, þetta hafi klárast og við varum komið með, eins og kom fram á þessari vinnustofu, frábæra bara verklagsreglur, þetta kveikti hliðarafurðir og þetta var gríðarlega góð vinna, og hér í dag nú fulltrúi hjá sýslumanni sem tók þátt í þessu á sínu tíma og líka bæjarfulltrúi, þannig að það gaman að hún hér í dag. En svo ég vitni nú í tölvupóstinn frá henni Ardísi sem var sýslumaður á þessum tíma. Þá segir hún hér: ég fullviss með leyfi forseta, ég fullviss að þetta verkefni mun leiða af sér fleiri afurðir til að bæta kerfin okkar á landsvísu, og nú þegar bíða sýslumenn allt land til þess að geta innleitt til dæmis beiðnum upplýsingar sem við bjöggum til og sömuleiðis RLS. Og það raungerðist. Verkefnið þroskaðist og stækkaði og varð svo að því sem búið að vera innleið allt land, og eins og ég sagði áðan að hringnum lokað hér. En markmiði verkefnisins að stofnanir og kerfi ríkisins og sveitarfélaga og auk íþróttahreyfingarinnar, við erum með IBF Héraðssamband og IBF íþróttafélag inni hjá okkur sem heldur stærstu hátíðin okkar og stærstu útihátíð verslunarmannahelgi sem haldin á Íslandi, að það að tryggja og þróa grundvöll fyrir afbrotavarnir með sameiginlegum áherslum og markmiðum sem þróuð út frá svæðisbundnum aðstæðum, og til þess að tryggja og þróa grundvöll fyrir áframhaldandi forvarnastarfi, efla samvinnu við úrlausn mála, meðal annars sem koma í rauninni eftir að þetta fer á stað, sem farsældarlögin. Og það lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum sem stýrir verkefninu, og hann auglýsti eftir fólki í framkvæmdahóp sem fannst mjög vel gert. En þegar vinnustofunni var lokið þá var samstarfsyfirlýsing undirrituð, og ég undirritaði hana fyrir hönd Vestmannaeyjabæjar að við ætlum að taka þátt í þessu verkefni. Og ég vil bara þakka lögreglustjórinn, henni Ardísi Báru Ingimarsdóttur, fyrir hennar bara frumkvæði í þessu, og hún mun, eins og áður sagði, stýra þessu verkefni og bara öllum þeim sem tóku þátt, og ég bind bara miklar vonir við það að þetta samstarf og þessi samstarfssamningur og með alla þessi aðila inni muni hafa jákvæð áhrif á bara ofbeldi til þess að minnka og aðgerði gegn ofbeldi, og það var farið þarna yfir ákveðna tölur, og ég held bara við eins og hvað ég var að segja, önnur sveitarfélög á landinu, við þurfum bara að vera vakandi
standa saman og vinna saman og þá getum við gert það sem við getum til að uppræta ofbeldi sem enginn vill að líðist í þeirra samfélagi. Takk fyrir þetta. Áður en ég gef orðið laust les ég svolhljóðandi innbókun. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri sagði frá undirritun samstarfssamnings aðgerðir gegn ofbeldi í Vestmannaeyjum sem framfór 12. maí síðastliðinn. 70 gestir voru á vinnustofunni og í lok hennar var ritað undir samstarfsyfirlýsingu svæðisbundið samráð gegn ofbeldi og öðrum afbrotum í Vestmannaeyjum og undir þessa yfirlýsingu skrifaði lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum Arndís Bára Ingimarsdóttir, sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum Kristín Þórðardóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyja Íris Róbertsdóttir, fulltrúi HSU Jóna Björgvinsdóttir, fulltrúi FÍVAF Ingibjörg Jónsdóttir, formaður Íþróttabandalags Vestmannaeyja Gunnar Hálfdánarson og framkvæmdastjóri IBVF Íþróttafélags Ellert Skeving. Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum stýrir þessu samstarfi og þakkar bæjarstjóri henni fyrir hennar framlag í þessari vinnu og nú orðið laust þetta mál. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Þá tekið fyrir 3. dagskrármálið bæjarráð Vestmannaeyja, fundur númer 3235. Liðir 3.1 til 3.2 liggja fyrir til upplýsinga. Tekið fyrir 4. mál á dagskrá, umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur númer 418, liður 4.3, uppfærðar reglur götu- og torgsölu í Vestmannaeyjum, liggja fyrir til staðfestingar á þessum fundi. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs, þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem vilja staðfesta þessa uppfærðu reglur gera svo vel að gefa merki. Og það samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 4.1 til 4.2 og 4.4 til 4.5 liggja fyrir til upplýsinga. Tekið fyrir 5. mál á dagskrá, framkvæmda- og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur númer 319. Liður 5.1 liggur fyrir til upplýsinga. Tekið fyrir 7. mál á dagskrá, fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur númer 315, þar sem liðir 6.1 til 6.2 liggja fyrir til upplýsinga. Tekið fyrir 7. mál á dagskrá, umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur númer 419. Liður 7.1, skipulag, baðlón við Skansinn. Það liggur sem sagt fyrir bæjarstjórn að samþykkja að þessi skipulagsbreyting fari í auglýsingu. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja að senda breytingarnar í auglýsingu, þeir gjöra svo vel að gefa merki. Og það samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Þá tekið fyrir liður 7.2. Listaverk í tilefni 50 ára gosloka, skipulagsbreytingar liggja fyrir til staðfestingar. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem vilja staðfesta skipulagsbreytingarnar gjöra svo vel að gefa merki. Það samþykkt með 5 atkvæðum, 4 sitja hjá. Einhver á móti málinu? Takk fyrir kurteislegar ábendingar. Svo ekki. Breytingarnar eru samþykktar með 5 atkvæðum, 4 sátu hjá, eins og áður sagði. Liðir 7.3 til 7.8 í þessari fundargerð liggja fyrir til upplýsingar. Tekið fyrir 8. dagskrármálið, framkvæmda- og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur númer 320. Starfsemi þjónustumiðstöðvar 2025 liggur fyrir til umræðu. Orðið laust. Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, í síðustu viku fór fram fundur í framkvæmda- og hafnaráði þar sem Jóhann Jónsson forstöðumaður, eða Jói eins og við öll þekkjum hann, fór yfir helstu verkefni þjónustumiðstöðvar og helstu áherslur sem unnið hefur verið eftir í umhverfismálum í bænum. Nú ég tiltölulega nýbúin að skipta ráð og komin í framkvæmda- og hafnaráð eftir að hafa setið í fjölskyldu- og tómstundaráði síðan þessi meirihluti tók við keflinu og
sé það að það bara öllum hollt og gott að breyta hans til og kynnast eða læra hans meira bæjarfélagið heldur en maður hefur verið að gera undanfarin ár eða annan hátt. Þá væri nú til dæmis rosalega gott núna að geta tekið bryggjurúndinn, en það er víst ekki alveg hægt lengur, en allt í lagi. En mér fannst heimsóknin frá Jóa mjög áhugaverð, þar sem hann var að fara yfir helstu verkefnin sem á könnu starfsmanna í þjónustumiðstöðinni. Ég ætla nú ekki að fara að telja þau öll upp hérna, en það er greinilegt á nægur að taka og alltaf nóg að gera og næg verkefni fyrir allt starfsfólk. Ég var pínu hissa eða bara pínu leið á að heyra að það væri mjög fáar umsóknir sumarstörf í sumar á þjónustumiðstöðinni, því að ég held að verkefnin þar séu bara alveg næg og veit ekki af að hafa starfsfólk þar aukalega í sumar. Og ég var líka fór að velta því fyrir mér að ég held að það sé ekki launin sem að aftra því að fólk sækjum, en ég vildi óska að það væri fleiri umsóknir þarna. En mér finnst alveg með að koma fram að á undanförnum árum hefur svo margt áunnist varðar umhverfið okkar hér í Vestmannaeyjum og má það nú alveg þakka þessum starfsmönnum sem hafa unnið ötulega í sínum verkefnum. Og mætti þar nú til dæmis nefna alla skemmtilegu og flottu leikvellina sem hafa risið upp hér og þar eyjuna og mikið af götuköndum og gangstéttum verið lagað til og gert aðgengilegra og ég tala nú bara ekki snertilegra. En hér má svo sjá líka árstíðaskiptin í gróðursetningu þegar allt fer í blóma í ýmsum stöðum á eyjunni. Þá fáum við til dæmis að sjá páskalitina þegar páskarnir að styttast í páskana eða minna á vorið og við fáum að sjá haustlitina þegar erigurnar að setta niður og mér finnst þetta bara alveg prýða bæinn alveg afskaplega mikið. Í þjónustumiðstöðinni líka greinilega verið að nýta allan efnivið eins og hægt og starfsfólki meira að segja að leggja á sig að sækja torf upp á Dalfjall sem fellur til við göngustígagerðina þar. Og ég hef oft komið hér upp í ræðustól og rætt aðgengismálin og ég var mjög glöð að heyra að eitt af því sem ég hef röflað yfir verið að það sé að vera að fara í á næstunni að gera göngustíginn aðgengilegri frá íþróttahúsinu og niður í Týrsemili, sérst að malbika hann. Ég fagnaði því mjög og finnst vera löngu kominn tíma á að laga það. En ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra, en mér langar samt að taka undir með ráðinu að koma á framfæri þakklæti til starfsfólks þjónustumiðstöðvar fyrir þeirra góða starf og framlag til að fegra og viðhalda bænum okkar. Takk fyrir þetta. Helga Jóhanna Harðardóttir, vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Liðir 8.1 til 8.4 liggja fyrir til upplýsingar. Þá loks tekið fyrir 9. mál á dagskrá. Fræðsluráð Vestmannaeyjafundur 395, liðir 9.1 til 9.4 liggja fyrir til upplýsingar. Þá dagskrá þessa fundar tæmd. Til næsta fundar verður boðað 11. júní. Fundinum slitið.